Fundarstjórar. Það var einn fundarstjóri. Fundarstjóri. Fótalaus á miðunum. Hangi með liðunum. Halaðir á prikinu. Stingur, nýfallar og volgar úr byrginu. Mella mín kapella. Hnakka slöpp sem pakkar skott. Og þannig þetta. Fokkum í hórum. Homie, við áttum á lókum. Mitt game dirty eins og pólskudólkur. Ég kom hingað fyrir ykkur ekki út af gaurunum. Má ég sjá þessar hrissurnar sleppa af sér taumunum. Má ég sjá þessar beljur sletta af taumunum. Fín tits, bitch, hvernig ert í saumunum? Nasismi, eða þjóðernisstefna, sú skoðun að þjóðir skipti meginmáli, vilji þeirra og þróttur. Jafnaðarmenn hafi rangt fyrir sér það að mannkynið greinist í stéttir sem hafa ólíka hagsmuni. Í stað þess að leggja kapítalismann niður eigum við að beita honum til að efla vöxt og viðgang þjóðanna. Ríkið eigi ekki að láta atvinnulíf afskiptalaust eins og fjárhagslega menn 19. aldar hafa hugsaði sér. Heldur stýra því styrkri hendi. Þótt nasistar hafi þannig kennt sig í senn við þjóðerni og jöfnuðar þjóða, þó ekki stefnumál þeirra, heldur trúðu þeirra yfirburð hvítu kynstofnsins, Aría, sem þeir töldu rétthærri öðrum þjóðum. Stefni nasistaflokksins var að tryggja hvíta kynstofnin, einkum þýsku þjóðinni. Heimsyfirráð og auki landrými með því að ryðja burt þjóðum austan Þýskalands. Gyðingar voru á mati nasista stærsta ógnin við aríska kynstofnum. Í Þýskalandi náðu nasistar völdum 1933 og héldu þeim til loka heimsstyrjaldarinnar 1945. Nefndust flokkuna þeirra Nationalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei og þjóðernissósíalíski þýski verðmannaflokkurinn, stundum nefndur þjóðernisjafnaðarmannaflokkurinn, skammstæða NSDAP. Orðið nasisti runnið þaðan. Flokkar með svipaða stefnu höfðu völdið víðan í Evrópu á millistríðunum 1918 og 1939. Þótt nasistar hefðu sjálfur kennt sig í jafnaðarstefnu eða sósíalisma allar jafnan gerðir greinarmunir þar á og í yfirlitsritum stjórnmálastefnur er nasistar sjaldnast talað um jafnaðarstefnu. Nasistar kynntu málstæði sinn samræma ólíkar stefnur en meirihluta fræðimanna telur nasisma að vera öffaga hægri stefna. Flokkurinn þjóðernissinnar starfaði á Íslandi á 4. áratug 20. aldar. Já. Tala í mækinn. Já. Alveg upp mækinn eftir því. Já. Fundarstjóri, andmælingar, geek-ass bitches og góðir gestir. Þessi strákar hana eru tíkuna mínar. Ég, Óli Kjallarvörður, á þennan leik. Kynni til leiks, Trunda P. Þetta Dúre. Og Orri, I don't call it bitches, bitches call me. Ég Óli K. En strákar hana eru bara endalaus skít, ekki hlusta á þá. Ekki hlusta á hendina mína. Ég veit að þið fílið hana. Einhver ætlar að vera með eitthvað vesinn í kvöld og maður er bara drullast út. Sjáu þið hérna, ég rótaði 2 verstlöfinga ég aldrei fór í suður 2011. Þessi hérna lögreglaði ég útigangsmann í Öskjuliðinu þegar það vildi ekki gefa mér sopa. Þessi hérna hefur verið í mömmu ykkur allra. Og þessi hérna komur í gegnum öll stafsetningarpróf í grunnskóla með ágætiseinkunn. Ég sjúkur, ég mjúkur, sjáu þessa lúkur, fíla þennan njallara, á þennan kjallara, tíkir að spekkita,
420 gæla hátíð. Peace. Fundarstjóri, takk fyrir þetta innslag, Óli. Og takk fyrir að slá með sígarettuna sem ég ætlaði að reykja hérna inni fyrir vikunni. Ég ætla að lesa bréf. Bréf sem Tumi Gonzo skrifaði. Til SS Ergensungstelle í Nordsee í Hamborg. Frá Tuma Gonzo Björns. Ég óskaði þess einlæglega að með að taka þátt í baráttu Evrópu fyrir tilveru sinni og vil hér með gjarnan gerast sjálfboðaliði í Waffen-SS. Innskot, þeir sem ekki vita hvað Waffen-SS þá er það úrvalshersveitir nasista. Ég er fæddur 13. maí 1909 í Reykjavík á Íslandi. Sonur Sveins Björnssonar, þáverandi sendiherra og núverandi ríkisstjóri Íslands og eiginkona hans Georgiu Björnsson. Ég lauk stúdentsprófi í Reykjavík árið 1930. Sama ár hóf ég störf hjá Íslensku skipafélagi og starfaði hjá umboðsmanni þess í Hamborg til hausts 1935. Frá 1935 til 1938 rak ég eigið inn- og útflutningsfélagi í Hamborg. Frá hausti 1938 til apríl á þessu ári starfaði ég hjá dönsku olíufyrirtæki í Árhúsum í Danmörku. Þar ég hafði eftir 8 ára dvöl í Þýskalandi laðast mjög af Þýskalandi og Þjóðverjum. Fluttist ég aftur til Hamborgar til að geta helst valist þar til frambúðar. Ég starfa nú hjá niðursuðufyrirtæki hér í Hamborg. Ég giftist árið 1930 og skildi árið 1937. Eldri dóttur mína sem dvelst nú í Danmörku mun ég láta flytjast hingað strax að stríði loknu. Ég vil veita henni gott, heilbrigt, þýskt uppeldi. Vottorðum aríska upprunan minn lét ég iðnaðar- og verslunarráðinu hér í borg í té þegar ég rak fyrirtæki mitt í Hamborg. Ég bið verða ekki settur í danska herdeild. Heil Hitler, Tumi fucking Gonzo. Tumi, hvernig asnaði þessi til þess að sækja í SS-sveitir nasista? Veistu ekki hvað hættulegt? Veistu hvað þetta fólk vont? Tumi, að vera í stríði við Sovjetríkin á ískaldi janúarnóttu er ekki eins og að sitja inn á Nemo og spila Hearthstone. Tumi, ég veit að þú stóðst ekki undir öllum þeim væntingum sem voru gerðar tíðins í forseti og ég veit að fólk að tala illa það á göngum skólans og þá sérstaklega upp á miðgarði og bókasafninu. Líka leiðilegt þá skulur enn harma skilnaðinn við konuðina árið 1937 og við finnum öll til með þér. En þú þarft ekki að leggja svo lágt að sækja í úrvalsdeildir þýskra nasista. Hvaða stöðu heldur þú sért að setja pappa þinn í? Hann er ríkisstjóri Íslands á hernumdu landi Breta. Og þeir munu bara handtaka hann, Bretarnir. Hún Georgia Björnsson, móðin, er með áhyggjur af þér. Tumi, lífið er ekki bara ein Volk, ein Reich, ein Führer, síg hæl og allt það. Ég er með tillögur handa þér. Tumi, í stað þess að ganga í Waffen-SS, úrvalsheri Þriðja ríkisins, þá getur þú til dæmis komast inn í bæjarstjórn í Hafnarfirði, eitthvað sem annað sem Ari Stefán gerði, orðið kosningastjóri á Ástríði Magnússyni eins og Trausti Marinho, byggja hótelnir í bæ, kaupa dróna eins og þú gerðir áður, getur gert það aftur, eða í verstafalli gert félagsstarf frjálshyggjufélagsins Smyrill virt eins og sumir hér inni gerði áður fyrr. Og ef það gerist aftur, segjum nú bara Guð hjálp okkur öllum. Fæddir 99 til þess að ríða þessum píum. Hver er ekki faktisk slett saman? Ég er fæddur 97 til þess að ríða Uddablöð. Fundarstjóri, andmælendur, gaurinn sem skeit á setun á karlaklósettum fyrr á þessu skóla ári. Ég veit að hann er í ykkar liði. En ég veit ekki hver það er. Ég hef mikla grun að það er einhver ykkar hafi skitið á setuna. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á það að 12% þeirra sem að reykja kannabisefni daglega hafa skitið á sig án síns eigin vilja.
Er þá gras eins skaðlaust eins og fólk segir það sé? Eða er það skaðlausara heldur en áfengi? Það er ekki mitt að dæma. En ég veit að niðurskurðurinn á RÚV hefur eitthvað við þetta að gera. Er það að skrifa þetta niður? Ég fá svör á eftir. Reykingar eru basl og veipingar eru drasl. Sumir veipa til að gleyma en aðrir gleyma til þess að veipa. Menntaskóli við Hamrahlíð. Meira svona menntaskóli við Hamrahlíð. Allir sleika böllum og svona. Þú sleikir veggina og verður friðinn. Þú sleikir kennara og verður vanhæfari. Þú sleikir nemendur og færð alnæmi. En hei, YOLO. Nei, meira svona eins og Yoko Ono. Yoko Ono. John Lennon. Bítlanir. Og gras. Menntaskóli við Hamrahlíð og gras. Menntaskóli við Hamrahlíð. Meira svona Menntaskóli við Hamrahlíð. Segðu það þér. Vanhæf ríkisstjórn. Fundarstjóri. Takk. Fundarstjóri. Eyþór Gunnarsson 11.09.97.22.19. Tumi Björnsson 13.05.96 20.79. Óli Kjallarvörður 11.08.99 20.39. Orri Úlfarsson 08.08.98 23.19. Umræðu efnið ekkert. Þetta fannst Tuma að fyndið maður. Wow, þetta er frumlegt. Þegar ég frétta að við erum að keppa á móti einræðisherranum sjálfum, Tuma Björnssoni, þá leist mér ekkert á blikuna. Svo fór ég svona að hugsa þetta. Tumi hefur eflaust ekki gert neina ræðu. Alveg eins og hann gerði þegar hann var forseti. Hann gerði ekki neitt. Ég vil þakka þér fyrir geðveikt meðanabal, Tumi. Takk kærlega fyrir. Eyþór hins vegar. Góður maður og traustur, Eyþór. Takk kærlega fyrir þitt starf. Nei, ég er að fá Eyþór, þú ert ekki málið. Eyþór hefur sambönd, væga sagt góð sambönd. Hann þekkir til dæmis alla á prikinu. Þú veist, hann þekkir alla í Kvarasi og Magni Rockstar Supernova er bróðir hans. Pappan stofnaði fyrirtæki Iceland Glacial Water. Pappa sem líka hægri kölska sem lögreglumaður. En nóg af fjölskyldan Eyþórs. Ég vil bara þakka Óla fyrir gott innslag á hann. En ég vil svona þess að pæla í þessu, þú veist, hvar er sanngirnin í þessari keppni? Og það sérstaklega með Óla. Af hverju í fokkanum er Óli ekki í búning? Hvar er uniformið þitt, Óli? Við biðum ekki mikið í þessu nefndafélagi, en Óli á að vera í búning. Menninir sem sitja mér hér við hægri hönd, þau vinna dálítið svona eins og minkurinn. Þessir hérna er komin í nefndafélagið, þeir drepa allt sem kalla á stolt og stemmingu. Þeir hættu við grímubalið á síðustu stundu og svo læsa þeir Nemo. Þannig að enginn kemst inn nema elituhópurinn sem að Tumi hefur handvalið sjálfur. Sá hópur fær svo bara lyklavöld af öllu skólanum, þannig að þeir geti valsað hér í tíma og ótíma á sínum skítugu nasista stífilum. Einhvers staðar heyrði ég að elitan hérna hitti svo reglulega hér í Norðurkjallara og skipuleggi svona styrjöld innan nefndafélagsins með hjálp diktators nokkurs í skólanum. Ekki veit ég meira um það, takk fyrir mig.
Það er að minna fólk á það að banna að meiða. Mér fannst fréttapinsin bara mjög flottur, bara eitthvað besta í þeim flokki líka. Besta útgjörnarinn undafélagsins sem ég er bara að lesa. Bara hrósið fyrir það. Fundarstjóri! Fundarstjóri, nei fokkið, ég þarf ekkert að fokkin tala við þig, þetta þarf að fá tjá mér í skóla. Við velkomnum hel erum engin fórnarlömb, eða lömb að leika okkur við. Það er ekki svo létt að blekkja okkur. Fætt 99 til að ríða þessum píum, við munum fokkin rúst ykkur. Vá, þvílíkur áfrandaskari. Þjóðfélagsumræðan, straight fólk í sleik, transfólk, hommar, lesbíur. Þetta stefnir allt í að kynlíf sé að fara að detta út tísku á næstu vikum. Og þá með minna og minna fólk ríða, því let's face it, þetta er að detta út tísku. 2016-17, kynlíf er ekki töff, þetta er ískalt. Það er að fara að hætta að fá sér að ríða. Mamma og pappi er ekki að fara eignast svona krakka, því að let's face it, þetta er bara þetta er leimaður. Hobby eins og að fara í bæinn og að fá sig ekki að ríða er að vera vinsæll og vinsæll með tímanum. Fara í bíó með vinum, ekki gælum, tjá sig á Twitter shit sem skiptir ekki máli, hlusta á rap, vera sammála öllu sem BuzzFeed, John Oliver og Gísli Martin segja okkur að vera sammála. Eins og með öll trend, svo sem aflitað hár, leður, rökum kynfæri, bisexual, kommunismi, Pokémon, smokkar og bílslist á koma þau og fara. Og það eru alltaf einhver legends sem koma með þau aftur. Yeah baby. Við erum að fara að trenda kynlíf aftur. Við erum að fara að gera þetta heilt. Við erum að fara að koma með þetta aftur á markaðinn. Lapdans, 5.000 skall. Tótt, sitjandi, 15 skall. Liggjandi, 17 skall. Að vera slegið með svipu nakin mann Óli lesmyrði sögun Hans Klaufa, 7.500 skall. Orri trommar á rassinn á þér. Ókeypis, svo lengi sem þú kaupir þjónustu fyrir meira en 10.000 krónir. Blowjob, 20 skall. Ríða, kostar lítið sem ekki, svo lengi sem þú feifar á retweet og öllu sem við postum á Twitter. Foreplay, 10 skall, ef þú sækir. Veitingar í boði, Pólarbír á kragna, Coke, Sprite, appelsín er búið, við erum að fá meira brað. Svali, erum við eitthvað meira strákar? Kaffi! Kaffið okkar er mjög svalandi og nýju upp á hert. Kaffi! Kaffið okkar er malað úr baununum úr fjallsliðu Kólumbíu. Kaffi! Kaffið okkar vikuð á mánan og svæfið á kvöldin. Kaffi! Kaffið okkar er fyrsta kvenkins kaffið á markanum. Kaffi! Kaffið þitt lætur þið ekki sjá eftir því að þú hættir með gælum niðan að sem þú varst eins að deyta um daginn. Kaffi! Ella. Hey þú. Stattu upp. Dögsu. Stattu upp. Ég trúi ekki á Guð. Ég trúi á Íslam. Fæddur 99 til að ríða þessum píu trúi ekki á neitt. Og þau vitna þetta í bókina mína. Ó þið sem trúið. Berjist við þá trúleysingja sem eru nærriður og leyfið þeim að finna fyrir harðneskju ykkar. Drepið þá hvað sem þið finnið á og gangið fram að þeim, þar sem þeir hafa gengið fram að ykkur. Vantrú er verra en dráp. Ef þau snúa tilbaka þá fyrirgefur Allah og er miskunnsamur. Berjist þangað til að það er vantrú er meir. Dýrkun er fyrir alla einungis. En þetta er hætta, skal þá vera engin mótrúi nema gegn fjölgyðistrú og miskunnamönnum. Og þegar við viljum eyðileggja bæjarfélag þetta, eins og svona Kópavog og það Seyðisfjörð, en bæjarbúar og syngja, það er sannastinn helgorð gegn þeim. Við erum gjörsamlega eyðileggja þorpið, drifum það alla. Þeir bakkiður hlæðlít að það finnst ekki gott að stinga lummu upp í kjáttina og hafa hana þar. Það er kannski að því þið fenguðu ekki nóg mikið brjósti og voru litlir.
Verða að fá okkur eitthvað vinni til að bæta ykkur það. Stikka þessari lummu hana. Finna hann aðeins. Natta í talótið. Fuck you. Nei, ég banna með það. Fundarstjóri. Jæja. Eliti kallarnir sjálfur bara komnir saman á einu plani. Fráfarandi kjarnastjórnin. Finnst ykkur þetta í lagi? Að Tuma ætla að bjóða sig fram til forseta enn einu sinni. Þvílíkt Frank Underwood move hjá hann, sko. Hann mun pottþétt ekki endurnýja stjórnarskrána. Langar ykkur virkilega að sjá hann gamla kall aftur á Nemo? Ekki langar mér það. Á ég að trúa því. Og haldið þið að Orri og Eyþór séu bara einhverjir venjulegu gaurar bara því þeir spamma story með FaceSwap? Nei, þeir eru hagsmunir að gæta þeim. Sjáu það ekki? Frændans Eyþór á sko bílaleigu sem að nefndafélagi verslar við og Orri vill gera allt til þess að brauðfætur þessa ömurlega frjálshyggjufélags verði að styrkja grunni. Það er bara ekki í lagi með suma. Það er valdastjætt í þessu landi sem vill halda hlutunum eins og þeir eru. Kódinn og allt það. Hlutleysi my ass. Haldið þið kannski að fráfarandi málfundafélag séu hlutleysi líka? Nei, af hverju ekki? Það vill svo til að Margrét Lóa er nasisti og vill að Tumi tali fyrir stefnin. Hvað haldið þið að þetta sé? Ræðukeppni? Nei. Af hverju eru þessi menn hérna staddir með okkur í dag? Þetta er ekki nema áráðu, krakkar. Sjáu þið ekki? Þeir standa hérna fyrir framan nefið okkur. Fyrirverandi skólastjórnarfulltrúinn sem hrökklaðist í burtu eftir mikið mótvið og kjallaravörðurinn Óli sem leyfir okkur ekki einu sinni að reykja hérna inni. Lýðræði my ass. Viljið þið hérna sem reykið ekki fá að reykja í friði fyrir stormum og veðrum? Það hélt ég einmitt. Jæja strákar. Vitið þið hvaða dagar er í dag? Ekki? Er það kannski út úr reyktir til þess að muna? Það er 20. apríl, eða eins og mætti á Marti máli meina 420. Það er deginum ljósara að þessi menn er í mjög annarlegu ástandi. Svona eins og Óli hérna er búinn að vera á seinustu mannskvöldi mennum hafa. Já, Óli, ég veit allt það að ég held þessi mannskvöldi. Sjá ekki hvað þessi gaurar eru rauðir í augun. Mann helvítin eitthvað. Ætlaði að þetta fíknefna djöfulinn ná til eitthvað. Eru þið kannski með brenningin þarna líka? Jafnvel sígarettur? Á það að gerast á meðan þið eru ábyrgir fyrir þessi virta nemendafélagi. Niðurskurðarstefna sósíalista á Vesturlöndum er fræg. Það heitir útrýmingarstefna. Það er evrópskt. Það sem við erum að gera er að drepa alla veika og minnimáttar, alla Hitler. Það er löngu sannað. Þúsundir Íslendinga liggja í valnum og þeir voru drepnir af pólitíkusum. Þessi mannhaturstefna er sett fram og réttlætt með arðsemiskröfu. Það er líka löngu sannað. Það er af því að allir sem starfa innan pólitískra hreyfinga eru snældu geðbilaðir, valdasjúkir, helvítis Evrópusambands hrottar. Algengast er að fólki sem líður illa séu gefin lyf sem valda sjálfsvígum. Það er ódýrast fyrir ríkissjóð. Og 20.000 Íslendinga taka slík lyf daglega til blessunar fyrir arðsemi ríkissjóðs sem skuldar einhverju huldufólki fyrir ekkert. Þetta sagði stjórnmálafræðingurinn Eyrún á íslenskar samsæriskenningar og þetta er alveg satt eða löngu sannað. Sindri Már sagði áðan að ég ætti að þegja sem er mjög sárt. Hann á að vera hlutlaus í þessu máli. Hann er líka með derhúfu fyrir stelpur. Það stendur first lady á henni. Hann er ekki lady. Kærastan hans Sindra heitir strákanafni. Sindri heldur enda á þessu kúla verið með aflitað hár. Í dag er 420. Funi, hann Funi er margrómað virgin og það er staðurinn sem ég fékk frá góðum vin hans sem ég ætla ekki að nafngrina. En hann er LG í listó og vörnir aftur og er með hringlótt gleraugu og lítur út frá menján.
Cannabis bara planta og mér finnst svo ósanngjarnt að ríkisstjórnin að banna plöntu því að ef Guð vildi ekki að plantan væri til þá væri hún það ekki, þannig að ef menn megi ekki vera að njóta sinni eitthvað reykingar og plöntur og Guð bjó til og það bara náttúrulegt eins og hvað annað og kynlíf líka náttúrulegt. Fundarstjóri. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan Hitler, hann á afmæli í dag. Ég ekki að ljúga ykkur, þið getið googlað. Í dag 20. apríl. Á þessum degi það venja nasista að gefa mönnum í SS-sveitunum stöðuhækkanir. Ég er með gleði tíðindir á honum Tuma. Hann er nú kominn í stöðu undirforingja. Til hamingju með það, Tumi. Heyri ég rétt að þú ætlar að fagna þessi tíðindum með að kaupa þér Nova kúlutjald og miða á þjóðhátíð í Eyjum. Sæll og fokkvæn. Eyþór, það ekki satt að kennitalan þín 1109 97 22 19? Já, einmitt. Ég vildi bara láta þið vita að rétt í þessu var ég að skrá því í íslensku þjóðfylkinguna. Það er flokksfundur á morgun á Kaffi Katalínu í Kópavogi. Var einnig búinn að skrá þig á framboðslista og ég vona bara að þú skorir kannski eitthvað aðeins örlítið herra en Ari Stefán gerði í Pírataflokknum í Hafnarfirði 2014. Tumi, þú taldir upp nákvæmlega sömu tilboðið á kínversku nuttstöðinni í Hamraborg. Og ég veit með þessum tilboðum ertu bara að leiða fólk með andleg veikindi inn á stað sem er líklega hóruhús en þegar þú kemur inn þetta bara rækstækið sjálft. Þá minn ég aftur á ein fólk ein ræk ein fjúrur. Tumi, í þinni orðabók þýðir eftirfarandi. Tott, saman sem SS-fóringi. Rung, saman sem stríðsfréttaritari. Tott af hnjánum, saman sem Luftwaffe flughermaður. Ríða, saman sem nasistaflokkurinn. Anal, saman sem Hitler. Já, Tumi, þetta er vantrauststillaga á þig. Við viljum fá þig burt úr forseta núna. Og þetta með kúkinn á klósti, þegið þið Þór, ég var fullur. Nökkvi, takk fyrir að sækja mig í markastöndina hjá mér. Hvað náður aftur að sanna miklu? Var það 10.000, 50.000, nei, heyrðu, eða var það 100.000? Það var ekki neitt, þú sannar í engu. Það einu sem hún gerði fyrir nefndafélagið var að totta mig. Mér dreymdi það allavega. Og Nökkvi, ertu ósáttur með það að við beiluðum á ballið, á miðana ballið? Við beiluðum á það vegna þess að við vissum að þú ætlaðir að mæta. Sem samt alveg fekk mikið bönnur út af ég hefði farið með þér heim og skerkt í þig. Eins og ljóðið sem Megas orti, þá sagði Megas: Ísland farsælda fróm og hagsælda hringhvíta móðir. Hvar er þín fórnanda frægð, frelsið og mandáðin best? Hvar er frelsið og mandáðin best sem talað er Nökkvi Mr. Nils? Hvar er hún? Er hún í felum? Eða er hún eins áberandi eins og hún getur verið á Austurvöllum í þessum töluðu orðum? As we speak eru 20.000 manna að fagna 20. apríl. Eða eins og þeir kalla það 420 blazed faggot.
á Austurvöllum. Er það siðlegt, Fyðni Kuhn og Mr. Niels? Finnst þér það siðlegt? Ég vil fá svar við þessari spurningu. Finnst þér það siðlegt að fólk sé að fagna þessu degi með því að sprauta sig beint í æð með kókaín og heróíni? Í almannafæri! Finnst þér það siðlegt að fólk sé að fagna þessum örlagaríka degi þegar tvíburaturinni hrundu fyrir 15 árum síðan með þessum hætti? Flóki Larsen, þú ættir að skammast þín. Og jafnvel þótt þú sett hávaxnari heldur en Megas, þá lítur Megas niður til þín. Við erum með alræmdasta glæpamann í heimi hér inni. Og hann situr hér inni. Það er ég. Freyr hefur heyrt Skúla Þóroddsson. Hann var alþingismaður í lok 19. aldar og er þekktur fyrir það að funda við Danakonung framtíð Íslands. Hann var að berjast fyrir því að Ísland er sjálfstætt. Hann átti 13 börn og þau voru öll velmenntuð og þóknuðust samfélaginu vel. Ef Skúli hefði notað getnaðarvarnir þá hefðu þau aldrei fæðst. Freyr er frjósemi guð í ásatrú. Hann ræður fyrir regni og skini og fésælu. Hvernig dirfist hann þá að vera með þeirri skoðun að getnaðarvarnir ættu að vera ólöglegar? Það er bullandi snjópilur úti, 25 metrar á sekundu frá norð-suður átt. Við ættum ekki að treysta þessu manni út af Freyr er ekki að gera sína skyldur. Ég kallaði Hornið. Þegar ég fer heim með stelpum, þá kallaði mig Hornið. Neftóbakshornið. Segið af ykkur, þið eru lígarar, merðir og alveg frekar fínir gaurar. Ekki breytast. Ég elska ykkur eins og þið eruð, nema flóka. Ég fíla ekki flóka. Splæst í mig eina feita Jónu og við skulum ræða saman, við langar að kynna þeir betur og ég veit ekki leiðindi. Takk fyrir mig. Tumi Gónsson Björnsson lagði í ekkert minna en episka auglýsingagerð til að selja notaða gítarinn sinn. Í auglýsingunum fer Tumi víðan völl þar sem hann sýnir meðal hans móður sína með gítarinn, sýnir í dóminusbúning hvernig gítarinn er heimsendur og auðvitað kemur skambissa við sögu. Því hvernig selur maður öðru sér gítar? Textinn með auglýsingunni er eins og segir: Gretsch Electromatic, Double Jet til sölu, frábær gítar og flott jólagjöf. 50.000 krónur, einkaskilaboð eða AVH. Orri, af hverju skiptirðu? Af hverju skiptirðu í MH? Þetta er bara bella sko. Ég er nokkuð viss það að ef við myndum bera saman ræðarnas Eyþórs og ræðarnas Lárusar rektors, þá er Lárus rektor mun finnari. Á markaðsfundi fyrir árinu sagði Eyþór við mig orðrétt: Ég nenni ekkert að pæla í þessu. Eitt tæni ætlar að redda þessu fyrir mig. Það reddast bara. Óli Kjallaravörður hatar reykingafólk. Orri, ræðan var svo módernísk að Steinn fekk bónir. Hallgrímur. Fundarstjóri. Fundarstjóri, ég er ekki þessi típiski hamborgur. Eða þessi típiski skrifstofukall. Ég meina ekki dæma mig, ég bara fíla að ríða. Síðustu helgi sá ég þessa juicy baby. Juicy lady. Juicy. Að dæma júlumennar og hann er örugglega búinn að eignast krakka, kannski 2. Ég kem aftur á pitchinu með hann eftir.
Ok, ég byrjaði kvöldi á Glaumbar með strákunum. Með strákunum á vinnunni. Við fengum okkur skot og bjór og tjekkuðum á júlurum á basjónum. Vá, oh baby! Þessi útlenska með bláa hárið, hebba. En hvað með það, við fórum síðan í höllin okkar, Hressó. Ok, gælan satt þarna á reykingasvæðinu með Capri. Tóktaði einhverja Capri. Elskar það að skvísa og reykja þetta shit. Þessi geldu sticks. Ég sést hjá henni, ríf Capriinn og kjaftur á henni, tek eitt drag og segi, hvað upp í tík? Hún segist þér frá Selfossi. Skanktown baby, fíla það. Mattsjæðin sem frá Selfossi. Og þessi tits maður, hvað á ég að byrja á? Hægra titsinu eða vinstra? Fætti 99 til að ríða þessum píundi, hefði átt að vera þarna. Þetta var epic tits. Gaur. Stóð upp. Ég leit undir. Og sagði, nice tits baby. Hún fílaði kallinn, ég sá það á henni. Ég veit að gælur á Selfossi fíla þegar maður er þess að naughty boy. Síðan spurði henni númerið hennar og það voru 8 stafir sem er confirmed að hún sé að Selfossi. Fundarstjóri. Hvað veistu þetta, Óli? Gaur, Tumi, ég var þarna. Þetta er systir mín. Sindri er í ólítilli peysu. María Johnson, please hætta að flissa. Orri, kynlíf er líka náttúrulegt, segir. En það er það synd. Eyþór er fædd í 97 til að ríða þetta blöð, en í alvörunni Eyþór skeitt á pullu hundina hans utta. Já, meðan ég mann, innilega til hamingju með daginn, Orri. Það er nú bara einu sinni árið sem menn fá að fagna afmæli beggja leiðtogana, Hitlers og fíkniefnadjöfulsins. Elsku börn, þar er ég að stafa þetta ofan í ykkur. Þessir rauðeygðu nasistar eru að reyna að hafa ykkur peningar. Opnum augum og virkjum Nemo. Fáum friðarsinna og alþjóðasinnaða mann til þess að virkja Nemo. Eitthvað eins og, ég veit ekki, Ástþór Magnússon? Væri það svo vitlaust? Ég held ekki. Internet president man er í rauninni Tumi. Tumi, mér fannst þú líka flottir í pjessaski. Óli, er það mér að kenna að ég sé kallaði flókulókur? Nei, ég er bara svona. Bindið hans Tuma er svo aesthetikos að steinum fjalli yfirlið. Í tilefni af umræðinni, ætlar þú á þjóðatíð? Nei. Já, meinti ég? Flott mál? Nei, kynntuðu málið. Orri, er eitthvað betra en að chilla í tjaldi með gilsmeistarunum með Tuborg grun í einni og bakk í hinni? Vil fá svör í næstu ræði. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðu gestir. Ég skal segja ykkur eitt. Þetta er frítt advice. Ekki hann svona lame, kúreka heimurinn er harður frítt advice sem við fengu hjá Aðvikar í den.
eins og ekkert frítt í þessum heiminum að marblettir. Nei, þetta meira svona sannleikurinn. Popkúltúrinn að heilaþróttur. Kanye West og Drake til dæmis voru búnir til að bandarísku ríkisstjórninni til þess að ná í peningata hernum og til þess að gera ungkynslóðina meira meðtækilegri fyrir auglýsingum. Þetta var gert í samstarfi við öll helstu fyrirtækin. Taktarnir í öllum vinsælum lögum nú til dags eru sérhannaðir þannig að takturinn á þeirri sveiflu að hann kveikir á frumstæðum löngunum sem leynast inn í heilanum sem láta þér vilja fá þér skyndibita. Skyndibita fyrirtækin á hinn bóginn eru búin að eyða milljörðum í rannsóknir hvernig þau að gera matinn sinn meira ávanabindandi og óhollari svo að þú og fjölskyldan geti dáið fyrr. Svo mómentið þegar þú fattar að feministar og grænmetis vegans voru bara skrökvaðir. Þau vildi ekki gera heiminn að betri stað. Þau vildi bara peningi eins og þau geti farið útland út í sólina. Allt þetta sem við taldi sjálfsagt og gott ekkert nema lygar og tálsýnir fyrir fyrirtæki sem svíkja þau og svífast einskis til þess að vera ríkari og ríkari. En það einn aðili sem svíkur þig ekki. Einn aðili sem dæmir þig ekki. Og er vinur í raun. Og það er Domino's Pizza. MH Pizza 1516. Gildir ekki með tilboðum og verður að sækja. Nökkvi spurði af hverju ég skipti yfir í MH. Nökkvi, ég skipti vegna þess að námið í M er óspennandi og ferkantað. Mér langaði á félagsfræðibraut og engin slík braut til í henni. Annars eru líka bara margar aðra minni ástæður sem að spila inn í þetta. Það er engin svona ein ákveðin ástæð fyrir því á hvað hætti M er að koma hingað. Annars góð spurning. Sindri sagði eitthvað Danna Juicy og Danni Juicy sendi mér einkaskilabóð í gær á snappinu þar sem hann útskýrði og honum finnst bara fínt að Ólafur Ragnar Grímsson var bara aftur í framboði. Það var ógeðslega fyndið. Flóki. Nei.